Þegar Óli bikaræfindur út eftir 2-1 tap gegn Val, hvernig líður? Hvernig líður mér? Ég ætla að fúll með að tapa leiknum, en annars líður mér ágætlega. Þetta var bara, við gerðum ekki alveg nóg, liðið var slakt í fyrri hálfleik, það var lítið tempo og svona ekki það sem hefur einkennt okkur í sumar. Mér varst seinni hálfleikur mun skárri en svona þetta ofta að við nýtum ekki færin og svo kemur skyndiupphlaup í restina sem þegar við fannst mér með góð tök á leiknum og það sett okkur erfið á stöðu en sólin kemur upp á morgun og það eru fleiri verkefni framundan. Aðeins fyrri hálfleikurinn, bara lítið tempo í báðum liðum þrátt fyrir að Valur nær inn eins og markið miðjan fyrri hálfleik. Já, eins og ég segi, það var bara lítið tempo. Mér fannst við ekki einhvern veginn setja okkur í neitt gír til þess að setja tempóð upp og eins og ég sagði, það liðið ekki líkt sjálfur sér í fyrri hálfleik og það er bara eitthvað sem við þurfum að bæta úr í þeim leikjum sem framundan eru. Komið gíraðar inn í síðari hálfleikinn, jafnið og bara eitthvað á vellinum í síðari hálfleikum. Já, það var kannski það var náttúrulega 2 lög á velli, ég veit hvað áttu við en sko svo þegar við fannst mér komið góð tök á leiknum og erum að þrýsta á að þá lúrir skyndiupphlaup sem mér fannst reyndi að vera mjög langt í hjá valsliðinu en svona þetta stundum að svona smá andraleysi og þær eru konar í 2-1 og þá erum við aftur að elta. Gengur færi til færi, ég var í raun að bíða eftir bara að kemur boltanum inn í stöðun 1-1, svona bara pirrandi að ná ekki að klára sem færi, segja fáðu. Já, það er alveg hárrétt. Við getum ekkert gert í því núna, það þarf að nýta mómenti þegar það kemur upp í leiknum, við gerum það ekki og þess vegna erum við úr leik í bikarnum og það er súrt en það herðir okkur bara. Tímabilið hjá okkur hefur verið frábært hingað til að bara fókus á deildinni eru í frábæri stöðu þar og eins og segir, sólin upp á morgun. Já, fókus á deildinni, ég hefði gjarnan viljað vera í bikarnum áfram en því verður ekki breytt, sólin kemur upp á morgun og þegar maður lendir í svona smá mótbyrra þá er það bara að standa keikur og reyna að læra því og við notum þetta sem góða leksíu. Takk hérlega.